höfðuðu menn til þess að það væri svona á vissan hátt skylda mín, eins og margir orðuðu það, að fara þá ekki af velli við þessar aðstæður, heldur skapa þau skilyrði ef það væri vilji þjóðarinnar að ég stæði þessa vakt eitthvað enn í ljósi þessar óvissu. En eftir atburði síðustu vikna og í ljósi óvissunar framundan hefur sú alda þrýstings orðið ærið þung. Þessi þróun hefur sett mig í vanda. Þar frelsið frá daglegum önnum togast á við skylduna sem óskir fólksins í landinu höfða til. Treystir þú ekki öðru fólki til þess að sinna þessum verkefnum og standa vörð þessa hagsmuni sem þú talar um? Jú, vissulega ger ég það. Og kannski er enginn glaðari en ég ef að það myndaðist nokkur ríkur vilji þjóðarinnar á bak við það að einhver annar myndi standa þessa vakt á næstu misserum og næsta kjörtímabili. Nei, ég er alls ekki komin á það stig og eins og ég sagði í yfirlýsingu minni, ef að þjóðin ákveður í komandi kosningum að velja annan sem hún treystir betur til að gegna þessu embætti, þá myndi ég taka því fagnandi. En jafnframt set ég þann fyrirvara skýrt í yfirlýsingunni að þegar óvissunni verður eytt, vonandi fljótlega á næstu misserum innan örfára ára, að þá muni þjóðin sýna því skilning, ef að ég tel þá rétt líka með tillit til þessara röksemda sem beitt nú, að ég hverfi þá til annarra starfa áður en að kjörtímabilinu er lokið og forstakosningar fari þá fram fyrir en öll. Hyggstu sitja öll 4 árin eða kemur til greina að láta embætti á miðju kjörtímabili? Ég hef ekki leitt neitt hugann að því á þessu stigi. Ef málum skipast þannig á næstu misserum eða árum að allt verður komið hér í ró og spekt og hugur þjóðarinnar er þannig stemdur að menn séu tilbúnir að ganga til forsetakosninga fyrir ella, þá mun ekki standa á mér í þeim efnum, en ég hef ekki tekið neina ákvörðun þar.